113. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjaldagötu 12 klukkan 17. 17. janúar 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elírós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristín Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni. Það eru 3 mál á dagskrá fundarins, en þau eru númer 1, fundargerð bæjarráðs frá 5. og 12. janúar síðastliðinn, númer 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar og númer 3, fundargerð menningarráðs frá 12. janúar 2017. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. janúar. Orðið laust. Guðný Birna Gersvær. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég vil koma fram undir í rauninni fundargerð bæjarráðs báðum fundunum, erindi stjórnarfélagskennara og stjórnenda í tónlistarskólum. Við viljum taka fram okkur þykir mjög leiðilegt hvernig málin hafa gengið í samningagerð við tónlistarkennara. Tónlistarkennsla í Reykjanesbæ er mjög virk og góð og tónlistarkennararnir vinna mjög gott starf hér í bæ og við vonum að máli leysist farsællega sem fyrst og við leggjum eindregið áherslu á það að samningsviðræður haldi áfram og vonum að þetta leysist. Takk fyrir. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Ég langaði þess að ræða þriðja mál á dagskrá fundarins sem var haldinn þann 5. janúar. Það er að segja húsnæðisstefnuna. Ég fylgst aðeins með þessum málum frá því að ég var í stjórn Fasteigna Reykjanesbæjar og lýsti í raun og veru vel á þessa þróun að færa þetta yfir í sjálfseignarstofnun. Það er að segja fasteignir bæjarins sem að snúa að íbúðum. Þarna er verið að skipa nefnd sem að gert ráð fyrir að móti stefnuna og ég held að það sé brýnt og nauðsynlegt að líta á þetta svona með breiðum sjónarmiðum. Það er að segja að fara út fyrir það sem við erum með núna og reyna að tryggja það að fleiri hópar geti leitað ásjár bæjarins með íbúðir. Því að það er alveg ljóst að það er full þörf fyrir þessa starfsemi og nauðsynlegt að standa því vel því að móta þessa stefnu í upphafi. Það er líka fjallað þarna í þessari grein í þessari fundargerð segi ég að ráða rekstrarstjóra og það er auðvitað kominn tími til þess. Við höfum verið með þetta meira og minna innandyra þó þetta sé svona B-hlutafélag. Ritari bæjarstjórnar var lengi vel framkvæmdastjóri þessa verkefnis en ég held að það sé full ástæða til þess að fara þessa leið að skipa þarna framkvæmdastjóra í einhverju hlutastarfi að minnsta kosti og þetta á eftir að stækka og víkka með ýmsum hætti. Þannig að ég vil endurtaka það, þetta er gott skref. Það hafa
hafa ekki fleiri kvassi ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. janúar. Það eru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum, 11-0. Þá er tekin á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar, orðið er laust. Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Geirsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Ég ætla bara að hrósa umhverfis- og skipulagssviðið fyrir að fara í það núna að í stefnumótunarvinnu varðandi sorpflokkun í Reykjanesbæ. Þetta er sérlegt áhugamál mitt og ég hef flokkað sjálf í mörg ár og hlakka til að taka þátt í þessu með Reykjanesbæ og nákvæmum sveitarfélögum. Takk. Orðið er laust. Við þurfum að samþykkja 2 liði sérstaklega undir þessari fundargerð. Það er annars vegar 3. mál sem eru reglur embættisafgreiðslu skipulagsfulltrúa og síðan mál númer 15 og varðar smávægilegar breytingar á deiliskipulagi við Reykjanesvita. 3. málið ég vil vekja athygli á því að í þeim gögnum sem að bárust bæjarfulltrúum vantaði D-lið í aðra málsgrein eða aðra grein sem er svohljóðandi: allar afgreiðslur skulu vera í samráði við sviðsstjóra umhverfissviðs og mun það vera það skjal sem að verður borið undir atkvæði. Og þá vil ég bera undir atkvæði 3. málið sem er embættisafgreiðslur skipulagsfulltrúa. Þeir sem samþykkta geta það skjal eru bænum að gefa merki. Það er samþykkt 11-0 og þeir sem samþykkt geta lið númer 15 sem er breyting á deiliskipulagi við Reykjanesvita. Þeir sem samþykkja geta það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkt geta fundargerð að öðru leyti og Magnea það skal fært til bókar. Þú situr hjá í 13. Þá er það komið þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Hún er samþykkt að öðru leyti með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það fundargerð menningarráðs frá 12. janúar. Orðið er laust. Gunni Birna, gjörðu svo vel. Þá getið forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Mér langar bara að hrósa Reykjanesbæ fyrir Fischershús sem er að verða búið. Sem sagt fyrsta húsið á Hafnargötunni. Það er allt annað að sjá þetta. Þetta er orðið þvílíkt fallegt hús. Það gæti orðið vogaraflið okkar í að fegra miðbæinn okkar og ég vona að við höldum þessu áfram. Takk fyrir. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós, þá vil ég biðja bæjarfulltrúa að rétta upp hönd sem samþykkja fundargerðina. Hún er samþykkt 11-0 og þá er dagskráin tæmd og við munum gera hlé á fundinum á meðan við gengum frá fundargerð.
tiltekið, þá þurfum við að hafa skoðun á því hvort það er planað eða ekki. Svo er það fundargerðin samþykkt á næsta fundi. Er það ekki náttúrulega verið samþykkt? Við erum búin samþykkt. Já, við erum samþykkt. Við erum samþykkt. Við gerum hana, svo lesi ég fundargerðin eða hún. Það er þessi samþykja fundargerðin. Já, þá er þú að samþykja þitt bara á minni sem við gerum. Þú að gera það. Já, framlega að gera það. Já. En í sjálfu sér og 13. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 17. janúar 2017 kl. 17.
Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Við forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. janúar 2017. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar, til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir og Gunnar Þórarinsson. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar 2017. Forseti gaf orðalaust fundargerðina, til máls tók Kolbrún Jóna Pétursdóttir. Þriðji liður í fundargerðinni, embættis afgreiðslu skipulagsfulltrúa, var borið sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. Þá var 15. liður í fundargerðinni, Reykjanesviti og nágrenni, lýsing vegna breytingar og deiliskipulagi er borin upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. Undir 13. lið lýsti Magnea Guðmundsdóttir sig vanhæfa og greiðir ekki atkvæði með þessum lið. Árni Sigfússon greiðir ekki atkvæði 13. lið, fundargerðin samþykkt 11:0 að öðru leyti. Og þriðja máli fundargerð menningarráðs frá 12. janúar 2017. Forseti gaf orðalaust fundargerðina, til máls tók Guðný Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0, fundargerðin verður því undirrituð. 513. fundi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar er hér með slitið.